Ég heiti Una Margrét Jónsdóttir og ætla að lesa upp úr bókmyndinni Silfuröld revíunnar. Þetta er seinna bindi af íslenskri revíusögu en fyrra bindið Gullöld revíunnar kom út 2019. Revíja er gamanleikur sem gerir gís að samtímanum, stundum með vísunum til þekktra manna og oftast eru söngvar í slíkum leikritum. Revían Íslendingaspjöll var sýnd hjá Leikfélagi Reykjavíkur í Iðnó árið 1974. Höfundarnir kölluðu sig Jónatan Rolling Stone Geirfugl en á bakvið það nafn leyndust Davíð Oddsson og Hrafn Gunnlaugsson sem voru báðir ungir á þessum tíma. Þetta ár, 1974, var þess minnst að 1100 ár voru liðin frá upphafi Íslandsbyggðar. Þetta ratar inn í revíuna. Í tilefni af 1100 ára afmælinu hefur verið saminn Spánir þjóðsöngur en svo illa vill til að hinum nýja þjóðsöng hefur verið stolið. Eru leynilögreglumenn þjóðarinnar, Sérleifur Ísholms og Hektor Oddsson, fengnir til þess að upplýsa málið. Í leitinni ber þá á ýmsa staði og verða þeir vitni að hinu og þessu. Loks er horfið til sögualdar og við erum stödd á Alþingi árið 1000. Allsherjargoði stendur á Lögbergi og kallar ýmsar auglýsingar upp yfir þingheim. Goði. Hér er orðsending frá Skallagrími Kveldúlfssyni á Borg á Mýrum. 3 ára sonur minn, Egill, hvarf frá heimili sínu í gær og vil ég biðja alla sem á vegi hans verða að forða sér hið skjótasta, leið og ég harma örlög barnaverndarnefndar sem reyndi að hefta för hans. Skallagrímur Kveldúlfsson. Þá er hér auglýsing frá Hallgerði Langbrók. Ostur er veislukostur, Hallgerður Langbrók. Síðar í revíunni kemur atriði sem heitir Framsóknarsamstarf og sést þá ýmislegt úr störfum ríkisstjórnarinnar sem kölluð var Ólafía í höfuðið á forsætisráðherranum Ólafi Jóhannessyni. Ólafur hringir í forsætisráðherra Breta, Edward Heath, sem áttar sig reyndar ekki á því hver er að tala við hann fyrr en Ólafur kynnir sig sem Óla Jó. En voru Íslendingar komnir í landhelgisdeilu við Breta og er hún mikilvægasta umræðuefnið. Eins og flestum er kunnugt notuðu íslensku varðskipin það herbragð að klippa trollin aftan úr bresku togurunum, Bretum til mikils ama. Heath vill ræða þetta mál við Ólaf. Óli Jó. Pardon, will we cut? What? Will we cut? Oh, not me. I shall ask Hannes. Hannes, viltu cut? No, he has got one. Næst blandast framkvæmdastjóri NATO inn í samtal þeirra en hann var á þessum tíma Joseph Luns. Óli Jó. Yes, I will come and have tea with you. What do you say? Shall we eat lunch? Shall we eat Mr. Lunch together? Oh, that lunch, not the NATO leader. Revíunni lýkur með því að þjóðsöngurinn týndi finnst ofan í kaffibrúsa lögreglumannsins Hektors.